sæti 3 fulltrúar skipar á bæjarstjórn og einn til vara skipuð þeirra gildir á kjörtímabilinu. Fulltrúi stjórn skulu vera bæjarfulltrúar eða varabæjarfulltrúar, að minnsta kosti formaður skal eiga sæti í bæjarráði sem skipaður er af bæjarstjórn. Sviðsstjórn samfélagsins rita fundargerð og heldur stjórnar til haga. Þetta er sem breyting frá því sem var samþykkt í bæjarráði og felur sú breyting í för með sér að við þurfum líka jafnframt hér í bæjarstjórn að staðfesta eða þá í rauninni kjósa í þessa stjórn Hlíðarfjall. Það var gert í bæjarráði en við þurfum að gera það hér aftur og gerum það bundið þessu dagskrárlið að tillagan er sú að Halla Björk Reynisdóttir verði formaður, Andri Teinsson verði stjórn ásamt Evu Hrund Einarsdóttur og til vara verði Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Þetta er tillagan. Að eingöngu bæjarstjórn og varabæjarfulltrúar geti haft sætið þarna finnst kannski ekki alveg rétt. Ég held að við séum jafnvel að útiloka hæfara fólk í þessum málum til þess að sitja í þessari stjórn með því að gera svona og hefði viljað að þeir sem að eiga sætið þarna geti skipað sem fulltrúa. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið málsins orðið er laust. Næst er máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, því til að svara í þessu tilfelli að við erum að leggja á stað hérna nýtt félag sem hlutafélagafélag. Fram til þessa hefur Hlíðarfjall bara heyrt undir frístundaráð og verið í hlutafyrirtæki og þar hefur það heyrt undir þá frístundaráð og síðan aftur bæjarfulltrúa. Við erum náttúrulega bara að fara á stað með þetta núna og það getur vel verið að reynslan muni leiða í ljós að þetta sé hægt að gera með öðrum hætti eða sé betra að gera með öðrum hætti, en ég held að þetta sé það sem við erum fyrst og fremst að tryggja og kemur fram í tillögunni, það er að tryggja tengslin við bæjarráð og ég held að og veit það að þetta fólk sem að þarna er skipað til stjórnarsettur, það er að segja aðalstjórnarsettur, að þetta er allt saman fólk með þekkingu á rekstri og þekkingu á því viðfangsefni sem þarna er, þannig að ég hef fulla trú að þessi stjórn sé vel skipuð, en að sjálfsögðu er þetta ekki meitlað í stein til frambúða, það er sjálfsögðu hægt að skoða reynsluna þessu og þá að taka það til athugunar þegar fram líða stundir. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið málsins orðið er laust. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Það var þeir sem geta samþykkt framlög röð erindisbréfi með þeim breytingum sem gerðar er tillaga hér að gera á fundinum og jafnframt skipa stjórn eins og var lagt fram, Halla Björk Reynisdóttir, Andra Teinsson, Evu Hrund Einarsdóttir og Guðmundur Baldvin Guðmundsson til vara, gefið merki. Það eru 10 móti, enginn og einn situr hjá. Þá kom að þriðja liðadagskrá, reglur um rafræna vöktun hjá Akureyrarbæ, til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er lögð fram drög að reglum Akureyrarbæjar um rafræna vöktun öryggismyndavéla. Bæjarráð samþykkti drögin fyrir sitt leyti þann 23. janúar síðastliðinn og vísaði þeim til afgreiðslu bæjarstjórnar. Drögin fjalla þær reglur sem Akureyrarbær setur sér varðandi rafræna vöktun öryggismyndavéla og reglurnar byggja á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga númer 90 frá árinu 2018 og reglum númer 837 frá árinu 2006 um rafræna vöktun og meðferð persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun.
Til upplýsingar þá kemur fram í reglunum umfang vöktunar, tilgangur, meginreglur sem gilda rafræna vöktun, varðveislu persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun, skoðun persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun, afhendingu persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun, andmæli við framkvæmd vöktunar og vöktun lögreglu og neyðarlínu. Það er bara fyrir Hilda Jana Gísladóttir lokið mál sínu og orðið er laust. Sem enginn hefur kast í fjós, þeir sem geta samþykkt framlög drög að reglum rafræna vöktun hjá Akureyrarbæ, gefur merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Þá koma fjórða lið, að gistingu og íbúðasvæðum rammaskipulag til málstöku bæjarfulltrúa Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á fundi skipulagsráðs var lögð fram að lokinni skipulagslaga nr. 123 frá 2010 tillaga að breyta aðalskipulagi 2018-2030. Þessi breytingu á stefnu varðandi heimildir fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á íbúðasvæðum. Engar athugasemdir bárust á kynningartímanum en langar mig með leyfi forseta aðeins að renna yfir þetta. En aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 var samþykkt í bæjarstjórn í mars 2018. Það tók gildi maí sama ár og í samþykktu aðalskipulagi kemur fram að rekstrarleyfisskyld gististarfsemi sé ekki heimil á íbúðasvæðum nema kveðið væri sérstaklega það í aðalskipulagi einstakra reita. Aðalskipulag var auglýst með þessu ákvæði og á kynningartímanum bárust nokkrar athugasemdir þar sem þessu var mótmælt. Það var tekið tillit til þessara athugasemda og fyrsta skref í þeirri vinnu var í byrjun árs 2019. Þá var samþykkt minni háttar breytinga á ákvæði rekstrarleyfisskylda starfsemi þar sem heimilað var að endurnýja leyfi fyrir skammtíma leigu í húsnæði á íbúðasvæðum til samræmis við áður útgefin leyfi. Með fyrirvar að umfang starfsemina myndi ekki breytast. Síðan var haldið áfram að vinna með þetta og er lögð fram breyting á aðalskipulagi núna. Þar sem markmið breytingarinnar er að útvíkka stefnumörkun gististarfsemi og gera mögulegt að sækja leyfi fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á íbúðasvæðum að uppfylltum vissum skilyrðum. Það er að ræða 5 atriði sem þarf að uppfylla en þessi heimild á eingöngu við minni gistiheimili og íbúðir. Gististarfsemi má ekki hafa neikvæð áhrif á nánasta umhverfi í för með sér, til dæmis í formi ónæðis eða hávaða. Það er ekki heimilt að vera með rekstrarleyfisskylda gististarfsemi í fjölbýlishúsum nema sami aðili sé eigandi að öllum íbúðunum eða fyrir liggur samþykki allra eiganda hússins. Gististarfsemina má ekki valda skort á bílastæðum í hverfinu og því þurfa bílastæði innan lóðar að vera í samræmi við fjölda gesta. Umsókn rekstrarleyfisskylda gististarfsemi skal einnig leggja fyrir skipulagsráð Akureyrarbæjar sem metur hvort hún samræmist ofangreind skilyrði. En einnig metur ráðið hvort gera þurfi breytingar á deiliskipulagi viðkomandi svæðis. En skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og felur skipulagssviðið að senda breytinguna til athugunar Skipulagsstofnunar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að segja að mér finnst þetta bara mjög fínt og mjög góð og þessi skilyrði þrengja þetta mjög að þessari starfsemi eins og í raun og veru nauðsynlegt er, en ég fór svona að hugsa, einhvern veginn held ég að við látum okkur öll dreyma að hér á flugvellinum okkar lendi 2 eða fleiri flugvélar á dag frá heimsborgum í áætlunarflugi og mér finnst einhvern veginn eins og við hefðum átt að hugsa eins stærra í þessari breytingu og svona þegar ég hugsa með mér hvað gerist ef við erum komið með 2 eða fleiri flug á dag og orðin stórborgin sem við viljum vera og þá er auðvitað eykst gríðarlega straumur ferðafólks á eigin vegum sem er auðvitað mjög líklegt til þess að vilja
gista í svona Airbnb og svona því sem að þessu er ætlað að taka á. Og þá hef ég alveg áhyggjur af því að eins og við höfum séð gerast, eins og ég veit að tala hérna í Pontinu áður, eins og við höfum séð gerast í Reykjavík, að það sé svona ákveðin hverfi sem að kannski verði svolítið undirlögð af þessari starfsemi. Og ég hefði viljað setja einhvers konar hámark á þetta. Þannig að það sé bara, að við séum ekki að missa, því mér finnst, við vitum alveg eins og þetta er í dag, þá eru svona að hægt að styðjast við takmörkun á bílastæðum sem rökstuðning gegn því að veita öll þau leyfi sem sótt verður en mér finnst það svona eitthvað pínu veikt og ég hefði viljað hafa þetta skýrari línur. Þar segir við verðum að hugsa á meiri metnað og lengra til framtíðar og verðum að bara skýra línur að það sé svona eitthvað hámark á þessu. Ég ætla samt, held ég nú alveg að samþykja þetta því mér finnst þetta ágætis skref en ég vill samt bara benda á þetta og kannski bara að meirihlutinn fari kannski strax að svona íhuga þetta. Leggist það undir feld að því að orðið allt og seint þegar við erum komin lengra í baráttunni okkar flugsamgöngur að fara eitthvað að pæla í þessu. Þannig og það tekur alltaf tíma eins og við vitum. Þannig að ég skora okkur að hugsa þetta aðeins til lengri framtíðar. Takk. Og bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt að aðalskipulagsbreytingi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og jafnframt falið skipulagssviði að senda breytingarnar til athugunar Skipulagsstofnunar gefur merki. Það er 11. Takk fyrir það. Það var komið að 15. liður á dagskrá, Hafnarstræti 34, umsókn breytt deiliskipulag. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lögðu fram á fundi skipulagsráðs að nýju að lokinni auglýsingu tillaga breytingu á deiluskipulagi fyrir Hafnarstræti 34. Tillagan er lögð fram ásamt umsögnum Minjastofnunar, 2 athugasemdum sem bárust á kynningartíma og bréfi Þorgeirs Jónssonar arkitekts fyrir hönd umsækjanda. Þar sem fram koma viðbrögð við efni innkominna athugasemda og drög að aðaluppdráttum fyrirhugaðra húsa. Þá er einnig lögð fram tillaga sviðsstjóra skipulagssviðs að svörum við innkominum athugasemdum. Tillagan er lögð fram með þeirri breytingu að í skilmálum er sett ákvæði að breidd húsa megi að hámarki vera 9 metrar og 15 metrar lengd. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt með breytingum og skilmálum til að koma til móts við innkomnar athugasemdir og jafnframt að umsögnum athugasemdir verði samþykkt. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs þeim sem geta samþykkt tillögunum breytingar og skilmálum og umsögnunum athugasemdirnar gefur merki. Það er 11. Þá er komið að 7. liður á dagskrá, kostnaðar og sviðsmyndagreining uppbyggingu íþróttamannvirkja og ég vil biðja varaforseta að taka í stjórnfundarins og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggur frammi skýrsla starfshóps nýframkvæmdir íþróttamannvirkja Akureyrarbæjar næstu 15 árin. Hópurinn var skipaður í mars á síðasta ári og skilaði sér niðurstöðu í október. Í hópnum áttu sæti fulltrúar allra þeirra framboða sem eiga fulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar á þessu kjörtímabili. Hópurinn fékk það verkefni að setja fram sviðsmyndir við uppbyggingu íþróttamannvirkja á Akureyri og láta reyna á samstöðu forgangsröðun. Áður hafði IBA spreytt sig á þessu en ekki tekist að setja saman slíka tillögu. Kannski ekki von á öðru því að hverjum þykir sinn fugl fagur og svo framvegis. Hópurinn lagði til grundvallar meðal annars í fyrsta lagi iðkendafjölda undir 18 ára, öðru lagi áhrif á almenning, skólastarf og lýðheilsu, þriðja lagi samlegðar áhrif með öðrum íþróttafélögum og loks áhrif á ferðaþjónustu.
Í þessu samhengi er mjög mikilvægt að hafa í huga að þótt umræðan í bænum hafi snúist mjög mikið aðstöðu fyrir keppnisíþróttir, þá er hlutverk sveitarfélagsins strangt til tekið töluvert annað. Þannig segir í leiðbeiningum sveitarstjórnarráðuneytis lögmælt og lögleidd verkefni sveitarfélaga með leyfi forseta, bygging íþróttamannvirkja í þágu skóla og til almenningsnota er í verkahring sveitarfélaga nema öðruvísi sé fyrirmælt í lögum. Þarna semst ekki minnst einu orði á keppnisíþróttir. Allir meðlimir hópsins settu fram sínar hugmyndir röðum verkefna og á grundvelli þess var hægt, og með kannski smávægilegum málamiðlun innan hópsins, að sameinast einn lista sem þau leggja hér fram í þessari skýrslu. Þetta taldi hópurinn athyglisvert og vænlegt til árangurs og að meiri líkur með því að leggja fram einn lista væri meiri líkur til þess að hægt væri að halda áfram með uppbyggingu með svona breiða sátt forgangsröðun. Og ég ætla hérna að fara aðeins yfir þessa forgangsröðun. Það kemur hérna fram í skýrslunni. Listinn sem sagt hljóðar þannig. Því sem búin að skrolla hérna alla leið, að í fyrsta lagi uppbygging á félagssvæði Nökkva við Höfnisbryggju. Þetta verkefni er hafið og því voru allir sammála að það yrði sett fremst á listan til þess að bara klára það sem nú þegar er hafið. Númer 2, félags- og æfingaaðstaða í skautahöll Akureyrar. 3, Káa gervigras og stúka. 4, Káa félagsaðstaða. Númer 5, Hlíðafjall, þjónustuhús. Númer 6, golf, vetraraðstaða. Númer 7, Innisundlaug. Númer 8, Þór, vestan við Boga. Númer 9, Þór íþróttahús. Bið ykkur að slökkva símanum, þetta var minn, ég ekki. Númer 10, Þór gervigras á æfingasvæði og 11, Káa íþróttahús. Þarna var náttúrulega tekið tillit til ýmissa þátta og eftir að skýrslan kom fram þá hafa ýmis íþróttafélög sett sig í samband við okkur og frístundaráð og svona vilja endurskoða sína forgangsröðun. Þannig að hópurinn hefur skilað sína skýrslu og er þannig hans hlutverki lokið. Þannig að áframhaldandi umræða þetta mál fer fram á öðrum vettvangi, sérstaklega þá hér í bæjarstjórn og á vinnufundum bæjarstjórnar og í bæjarráði við fjárhagsáætlanagerð. Þar gefst þá gott tækifæri til þess að ræða málið í heild sinni út frá fyrirliggjandi tillögu en einnig út frá athugasemdum sem þessi félög hafa sent inn eftir að hún var gerð opinber. Ég tel að þessi skýrsla eigi eftir að nýtast okkur vel í gerð við 10 ára framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlanagerð næstu ára. Ég segi samt fyrir mig svona í fljótu bragði þá sýnist mér að við þurfum að teygja mögulega eitthvað á tímalínu, svona ef maður horfir til fjárhagslegra getu sveitarfélagsins. En góðu fréttirnar eru þær að það er í dag búið einstaklega vel að íþróttamálum í bænum og eins og kemur fram í skýrslunni þá eru 22 aðildafélög innan Íþróttabandalags Akureyrar sem bjóða upp á alltaf 32 íþróttagreinar. Þannig að nægu er að velja. Og það má alveg velta því fyrir sér hvort að framboðið sé hreinlega orðið of mikið og samkeppnin iðkendurnar of hörð sem getur þá væntanlega leitt til þess að nýting einhverja mannvirkja er ekki sem skyldi og þrýstingu verði til of mikla uppbyggingu, það er að segja fyrir hverju og eina íþróttagrein. Öflugt og fjölbreytt íþróttastarf hefur einkennst Akureyrarbæ og er aðstaða til íþróttagreina eins og við vitum með því besta sem þekkist í 19.000 manna samfélagi. Það er að mínu mati mjög mikilvægt að við skulum vera komið með þetta plagg í hendurnar og í fyrsta skipti hafi verið sett fram sýn til lengri tíma varðar uppbyggingu íþróttamannvirkja. Ég tel að það sé ekki síður mikilvægt að unnið verði að því að markmiðin sem koma fram í íþróttastefnu Akureyrarbæjar og IBA til ársins 2022 að á Akureyri skuli vera starfrækt færri, stærri og faglegri fjölgreinafélög náist og uppbyggingin þarf að styðja við það markmið. En ég ætla að láta þetta duga hér í bili. Við eigum eftir að taka umræðuna skýrsluna bæði hér
í dag og svo vinnufundum bæjarstjórnar og í bæjarráði og vil að lokum þakka hópnum, starfshópnum kærlega fyrir mjög vel unnin störf. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og þá orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka í raun og veru þessum hópi fyrir þá vinnu sem hann vann og þá skýrslu sem komin fram. Hins vegar það alveg ljóst að það ekki öll félög alveg sátt við þá forgangsröðun sem hópurinn náði saman Því náttúrulega verðum við að setjast aðeins niður og skoða málin frekar. Nú hefur íþróttafélagið Þór, sundfélagið Óðinn og svo núna síðast golfklúbburinn sem sendi inn sínar athugasemdir og tillögur og það bara eðlilegt að það sé lagst bara vel yfir þetta því að ég held að það skipti mjög miklu máli að ná góðri samstöðu það hver sé forgangsröðun verður. Og ég held að sé til hagsbóta fyrir íþróttafélagin og bæjarfélagið og okkur öll ef við náum svona þverpólitískri samstöðu þetta. Og það til mikilla bóta ef okkur tekst að gera og samþykkja forgangsröðun svona fram í tíman bara þannig að fólk viti hvenær svona sirka von á lausn á aðstöðum málum hjá viðkomandi félagi. Og það gerir þetta líka markvissara. Við höfum náttúrulega dæmi það hvernig uppbygging íþróttamannvirkja hefur einhvern veginn svona bara í sumum tilvikum bara poppað upp. Kannski ekki alltaf verið skynsamlegasta lendingin, svona út frá rekstrarlegu sjónarmiði. Og þetta alveg bráðnauðsynlegt að við hugsum vel og vandlega og vöndum okkur í þessari vinnu, að mínu mati. Og mér hefur svona heyrst það vera andinn í hópnum. Þess að velti ég fyrir mér að því að ég frétti að því að fulltrúar meirihlutans hefur verið á fundi með Þórsvörum daginn. Ég velti ég fyrir mér af hverju fulltrúar meirihlutans voru á þeim fundi en ekki fulltrúar minnihlutans líka, ef við ætlum að vinna þetta saman. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að byrja bara á því að við séum ánægðir minni með þessa ágætu skýrslu sem nú liggur fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja næstu 15 árin. Hins vegar segir mér svo hugur með við þær fjárhæðir og þær væntingar sem það liggja fyrir að 15 ár séum kannski helst til og skammur tími til þess að fara í allar þessar framkvæmdir. Hins vegar það þannig að ég mjög ánægður með að við skulum vera þá minnstu að komast að sameiginlegri sýn og tek undir með bæjarfulltrúa Gunnari sem sagði það að mikilvægt væri við værum á að svona horfa til þess til lengri tíma að mynda okkur sameiginlega skoðun þannig að þeir sem að bera væntingar til þessara skýrslu geti átt að sjá því hvenær mögulega kemur röðin að þeim. Hins vegar það svo að það náttúrulega alltaf fjármuni sem að þarf til þess að fara í framkvæmdir og við erum svo sem með á þessum næstu 4 árum, þar að segja árinu 2020 til 2023, þá erum við að gera ráð fyrir 1090 milljónum til framkvæmda vegna íþróttamannvirkja og það var svona til þess að setja af stað. Við hins vegar þurfum að setjast yfir þetta og bæjarfulltrúi og forseti bæjarstjórnar Halla boðaði það að það yrði vinnufundur bæjarstjórnar þessi mál þar sem við svona reyndum að horfa á þetta og líka þá þeirri gagnrýni sem fram hefur komið á skýrsluna frá íþróttafélögum. Það hafa komið eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á frá Óðni, Þórsarar hafa líka gert athugasemdir og síðan var nú eldmessa formanns KA á afmælishátíð KA daginn þar sem að hann lýsti mikill óánægju sinni með framgang mála í þessu öllu saman og kvartaði því að við varum ekki farin á stað. En það verður góð hlutir gerast hægt og við þurfum náttúrulega að reyna að átta okkur á því hvernig við förum að þessu. Eins og bæjarfulltrúi Halla kom inn á þá búið að setja áætlun á þessu ári Nökkva og síðan þurfum við að taka þetta koll og kolli.
En það líka athyglisvert og ástæða til að benda á það hér eins og kom fram í máli forseta að bygging íþróttamannvirkja í þágu skóla og til almenningsnota okkar hlutverk og það ekki hlutverk bæjarins að endilega byggja mannvirki fyrir afreksíþróttir en við höfum svo hort á það að þetta náttúrulega til almenningsnota og sérstaklega núna þegar menn hafa verið að horfa til þessara nýju grasvalla sem eru gervigrasvellir, þá þetta miklu meiri almenningsnot og miklu meiri notkun fyrir allt og alla heldur en áður var, þar sem enginn mátti hlaupa inn á grasi nema með sérstöku leyfi. Þannig að það nú mikið breyst í þeim efnum. En við getum líka séð það þegar við horfum tilbaka og hefur verið gagnrýnt í þessu málum og vitna ég aftur í mál formanns KA daginn þar sem að talaði að mikið af því sem við höfum verið að framkvæma frá aldamótum og kemur fram í þessari skýrslu okkar hafi tengst skólamannvirkjum og það náttúrulega sjálfsögðu þannig að við höfum verið að byggja upp íþróttahús við skóla og það okkar hlutverk. Við höfum verið líka í því að byggja upp almenningssundlaug sem okkar hlutverk og við höfum verið að byggja upp aðstöðu í samningu við upp í Hlíðarfjalli meðal annars og svo náttúrulega við golfvöllinn. Þannig að það ýmsu að hyggja. Það líka spurning það hvernig við setjum þetta fram. Við erum núna með í þessa 3 ára áætlun 1.090.000 sem menn telja alls ekki vera nóg en það svona rétt að okkar mati að rúmast innan fjárhagsáætlana. Við erum að fara í framkvæmdir vegna annarra mannvirkja meðal annars skólauppbyggingu. Þannig að það við þurfum að hafa margt í huga þegar við erum að taka ákvörðun hvað við ætlum að framkvæma mikið en við hljótum að þurfa að vinna þetta saman. En mér langar aðeins af því að það hefur verið í umræðinu þessi mannvirkja mál öll að þá hefur verið mikið talað hvernig önnur sveitarfélög eru að gera þetta. Og ég var aðeins að greina þetta núna bara áður en ég kom á fundinn að það hefur verið rætt það að Selfoss sé að fara í framkvæmdir fyrir 5,1 milljarð í íþróttamannvirkjum á næstu árum. Í 4 ára áætlun eru þeir hins vegar með 663 milljónir þannig að þeir eru þó þeir séu búin að leggja fram 5,1 milljarð í einhverjum draumum sínum að þá það ekki að gerast alveg á næstu 4 árum. Alveg svo við getum sagt að við séum áætlun upp á 6 milljarðar og 750.000. Það heldur ekki að fara að gerast á næstu 4 árum og við erum bara með 1 milljarð og 90 milljónir. Við tökum sem dæmi Garðabæ sem hefur verið rætt að sé að fara framkvæma fyrir 4,2 milljarð. Ég fór aðeins í 4 ára áætlun og fann það að þetta eru 2,3 milljarðar sem að þeir eru í raun að gera ráð fyrir næstu 4 árum og þar að veru þeir í kringum fjölnota íþróttahús sem þeir eru að fara að byggja og leggja á stað með sem á að kosta ef þeir eru að leggja einhverja 1,8 milljarð í þá byggingu ef ég man rétt að þá eru þeir að gera ráð fyrir lóðarsölu, þar að byggingar réttarsölu í kringu það mannvirki, það er að selja lóður undir íbúðir fyrir 1 milljarð króna. Þannig að þetta svolítið önnur aðstæða heldur en við búum við þegar við förum í uppbyggingu íþróttamannvirkja þegar menn geta að fara að selja lóðir í kringum íþróttamannvirki fyrir 1 milljarð upp í 2,3 milljarða. Þannig að þið sjáu svona kannski hvernig hlutinir eru að þróast. Mosfellsbær með 2 milljarða hefur talað en þeir eru með 600 milljónir í áætlun sinni. Þar að fara 500 milljónir í viðhald á næstu 4 árum. Þar að fara 500 milljónir í viðhald á Varmárhúsinu. Held ég heiti íþróttahúsi Varmá, ekki satt Hlynur. Þannig að þetta eru þessar tölur sem hafa kannski verið í umræðum að allir séu að gera það svo gott nema við, að þær eru kannski ekki alveg eins klárar eins og rætt Og ég tók líka samanburði á Hafnarfjarðarbæ, þar hafa menn verið að ræða 2,5 milljarða. Ég skoðaði fjárfæraáætlunina, þar 1,5 milljarður og þeir eru ekki að framkvæma fyrir krónu á árinu 2020 í íþróttamannvirkjum. Þannig að það bara, mér langaði bara að þessar tölur kæmu svolítið upp í dagsljósi að því að við höfum svona pínu ágjörðu, eru við svona miklu verri? Sú staða skapast hér að Akureyri að verða ekki samkeppnishæfur við önnur sveitarfélög. Við höfum til skamstíma haldið því fram að Akureyrarbær sé með íþróttamannvirki fyrir miklu stærri samfélag heldur við með í dag. Og við höfum haldið því fram og ég alveg samfærður með það. Það má alveg til samsvega að færa að margt af þessum mannvirkjum sem hefur verið byggt hér í gegnum tíðina hefði mátt hugsa betur og ég tel að við sem bæjarstjórn séum að gera afskaplega vel í því núna að leggja loks fram áætlun eða skýrslu mögulega uppbyggingu á næstu árum. Það sé okkar hlutverk að vinna úr því, auðvitað kemur eitthvað gagnrýni og við þurfum kannski að færa eitthvað til, en okkar hlutverk síðan að marka stefnuna til lengri tíma.
Það hefur aldrei verið gert áður. Menn hafa bara gripið til einhverja ráðstafana, farið í alls konar uppbyggingu, svona, já, kannski eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, það hefur kannski ekki alveg verið nógu ítgrundað, en nú erum við þá minnst komið með handrit til lengri tíma og við erum akkúrat líka, ég ræddi það við sviðsstjóra fjársýslusviðs að nú þurfti hann að fara að bretta, þeir þurfti að bretta upp arma varðandi 10 ára áætlun sem hann lofaði mér yrði núna unnin í mánuðinum og þá myndi þetta geta fallið inn í þetta samhliða þannig að við getum betur átta okkur á því hvernig við getum komið fyrir á næstu 10 árum. Ég held að sé líka ástæða til þess að koma því inn þessa umræða því að það hefur verið talað um stefnuleysi og þor, kjarkleysi og fleira af hendum okkur bæjarfulltrúum að við erum þó búin að leggja línurnar núna. Við létum á síðasta kjörtímabili og það var samstaða um það í bæjarstjórn. Þannig að það er ekki verið að stæra sig að meiri eða minnihluta að marka íþróttastefnu. Hún er klár. Við fórum strax í það á þessu kjörtímabili að semja við íþróttafélögin. Við erum búin nýtt vegna rekstrar, komum inn í þjónustusamningum, það við erum búin að gera vel við íþróttahreyfinguna. Það hefur ekki skort kjark eða þor og það hefur ekki skort stefnu. Við erum komin núna með þessa skýrslu, við ætlum að vinna með hana áfram og ég þori að fullyrða það að þessi bæjarstjórn sem situr nú er að gera betra mót heldur en mörg, svo við notum íþróttamálið, hún er að gera betra mót heldur en margar aðrar fyrir bæjarstjórnir hér í Akureyrarbæ. Þannig að við skulum bara vera stolt af þessu skýrslu okkar og ég ætla bara að taka undir með þeim sem hafa talað hér og þakka þeim sem hafa unnið þessa skýrslu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar bara líkt og aðrir að byrja á því að þakka starfshópnum fyrir þessa vinnu. Þetta er gríðarleg vinna að leggjast yfir og eflaust líka vanþakklátt starf. Það er nú ósköp eðlilegt að það séu ekki allir sammála og við svo sem vissum það þegar við lögðum af stað í þessa vegferð að við myndum ekki ná því að allir yrðu glaðir en við náðum samt sem áður breiðri samstöðu niðurstöðuna og forgangsröðuna sem er gríðarlega jákvætt. Maður veltir stundum fyrir sér af hverju þessi niðurstöða kemur, af hverju þessi forgangsröðun ekki önnur og það er eflaust hægt að velta þessu fram og tilbaka líkt og hópurinn eflaust gerði og ég ímynda mér að þessi forgangsröðun sé byggð á rökum sem að þau hafa rætt sín á milli. En ég get alveg tekið undir orð bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins að 15 ári kannski heldur skamur tími fyrir alla þessa uppbyggingu. Við þurfum kannski að horfa til lengri tíma og vissulega taka tillit til fjárhagsaðstöðu bæjarins hverju sinni. Það er hlutverk íþróttafélaga að berjast fyrir sínu og það er ósköp eðlilegt að þau láti heyra í sér. Og ég held að í rauninni ef þau væri ekki látið heyra í sér þá væri það ekki sinna sín hlutverki. En að því sögðu er samt bara rosalega mikilvægt að við vöndum okkur hvernig við leggjum gagnrýnina fram. Það er rosalega mikilvægt og líka vegna þess að ég hef fundið fyrir því að íþróttafélögin eru full vilja að vinna með bæjarfélaginu og okkur í pólitíkinni og þá er bara mjög mikilvægt að við vöndum okkur í orði og riti. En 80% af fjármagninu sem fer til íþróttamála fer í steypu. Það er svolítið skuggaleg tala. Allt þetta starf sem fer til barna og unglinga er að fara mestu leyti í steypu. Og því held ég að sé rosalega mikilvægt líka að hugsa í allar þessari forgangsröðun og vinnu og fjármagn sem við erum að fara að setja í uppbyggingu, að við séum líka að nýta mannvirkin sem fyrir eru eins vel og hægt er. Og þau eru auðvitað gríðarlega vel nýtt í dag. En ég held sé alveg augljóst að ef við hefðum getað farið 50 ára aftur í tíman og hort á Akureyrarbæ, að þá myndi uppbyggingin örugglega vera með allt öðrum hætti heldur hún er í dag. Ég hef lýst þessu stundum eins og þessi gorkúlur sem hefur verið dreift bæinn, öllum íþróttamannvirkjunum. Við erum með 17 íþróttamannvirki, þetta er bara tæplega 1 mannvirki hverja 1000 íbúa. Við stöndum gríðarlega vel, við erum að standa okkur vel í þessum málaflokk, en auðvitað viljum við gera betur og það er bara gott. En varðandi forgangsröðuna ætla ég nú ekkert endilega að fara að telja hann alla upp en ég er bara mjög ánægð með að við séum að klára uppbyggingu sem þegar er hafin varðandi Nökkva og séum að standa við uppbyggingarsamningana okkar og séum að fara í félagsaðstöðu fyrir skautafélagið. Ég tel að þessar 2 uppbyggingar eigi eftir að hafa gríðarleg áhrif á uppbyggingu í þessum félögum, lengja tímabili til dæmis hjá Nökkva
og koma í veg fyrir slys og fjölga í rauninni tækifærum sem skautafélagið hefur með félagsaðstöðunni. En að því sögðu þá í rauninni tíminn sem það tekur að vinna þessa skýrslu er auðvitað langur. Það er mörg á huga og margt sem breytist á þessum tíma. Til dæmis hefur forgangsröðin hjá Þór breyst síðan við upphaf þessara vinnu. Og þessi skýrsla sem er komin, eins góð og gild og hún er, þá þurfum við líka að átta okkur á því að hún er kannski ekki meitluð í stein, heldur þetta beinagrind fyrir okkur til þess að vinna með og við verðum að vera tilbúin til þess að taka atriði upp og skoða þau út frá þeim forsendum sem við höfum hverju sinni. Við erum til dæmis að fara í þéttingu byggðar hjá Þórssvæðinu. Hvaða áhrif hefur það? Ef barnafjölskyldum fjölgar þar, þurfum við þá ekki geta tekið þetta skjal upp og endurskoða það. Ég held að það sé þannig. En mér finnst eðlilegt í rauninni að við séum að skoða það að fara í gervigras og stúku. Við erum auðvitað að bregðast við líka að samningurinn er renna út vegna Akureyrarvallar 2024 og það er stúkan og völlurinn liggjandi skemmdum og það er dýrt að gera við þetta og dýrt í viðhaldi, þannig að það er ósköp eðlilegt að KSÍ að kalla eftir svörum frá okkur. En mér finnst mjög góð þessi vinna sem átti sér stað með íbúum og íþróttafélögum bæjarins þar sem að þessi 3 kjarna stefna kom fram og mér finnst gott að við sem vinna í þá átt og það tengist líka kannski sameiningu íþróttafélaga og ég veit að stóru félögin hafa sýnt mikið vilja til þess að sameinast öðrum minni félögum og þá kannski það er líka að horfa út fyrir ramman, það er allir að hugsa svolítið að þau íþróttafélög sem að sameinast, þau geti sinnt sinni íþrótt á svæðinu. Ég held að við þurfum líka að hugsa frekar út frá mannauðnum. Hvernig getum við nýtt mannauðinn betur? Hvernig getum við nýtt styrktarþjálfun betur? Ef við horfum kannski á stelpur, segjum í sundi, handbolta og blaki, styrktarþjálfun fyrir þessa 3 hópa er keimlík og það var hægt að nýta mannauðinn til að sinna þeim. Fyrir utan það kannski efli stelpuhópin enn frekar. Þannig ég held að við þurfum að hugsa aðeins út fyrir ramman. Mér langar aðeins að koma inn á það að sundlaugin, 50 metra innilög sem er ein af þessum 3 kjörnum. Hún er þarna númer 7 held ég á listanum sem bara gott og gilt og mikilvægt að hún komi fram í þessari skýrslu. En ég velti því alveg upp hvort hún eigi heima þarna hjá hinni uppbyggingunni. Hvort hún sé ólík íþróttamannvirkjunum hinum sem við erum að setja þarna fram. Við erum með sundlaug sem er líka ferðamannastaður. Aðsóknin í sundlaugina, já, hún er bara mest heimsótta mannvirkið á Akureyrarbæ. Við erum með 444.000 heimsóknir á ári. Síðan við settum rennibrautirnar upp, þá er heimsóknum fjölgað rétt tæplega 100.000 á ári. Tekjurnar hafa aukist frá árinu 2015 til 2019 um 42 milljónir á ári. Það sýnir sig uppbyggingin sem við fórum í á síðasta kjörtímabil, hún er að skila sér. En að því sögðu, þá hefur hún líka áhrif á allt annað við sundlaugina. Búningsaðstaðan er sprungin. Það þarf að fara að huga því. Okkur vantar aðstöðu fyrir fatlaða, eldri borgara. Okkur vantar aðstöðu líka fyrir sundfélagið. Eins og kom fram með náðan, sundfélagið sendi bréf til bæjarfulltrúa sem voru að kvarta yfir þessu og láta í sér heyra. En það er nú bara þannig að það eru mjög oft sem æfingar falla niður sökum kulda. Þetta er af áhrif á árangur krakkana, þetta er af áhrif á samkeppnina hjá Akureyri gagnvart öðrum sveitarfélögum og þetta eru krakkar sem eru jafnvel kannski að keppast að komast í ykkur landsliðsverkefni og auk þess sem að sundfélag hefur ekki stækkað í allavega 10 ár vegna þess að það vantar laugapláss. Við sáum til dæmis hvað KA hefur vaxið gríðarlega með tilkomu gervigrasins þar og það er alveg magnað að sjá hvað starfið er flottar. Þannig að aðstaðan getur skipt sköpum. Þannig við þurfum kannski að huga því líka. Þannig að við þurfum líka að hugsa því bara þú veist í rauninu og kannski það sem að mín tillaga er kannski við myndum bara skoða sundlaugina út frá öðrum forsendum. Bæði hún er dýr í framkvæmd og hvernig viljum sjá þetta fyrir okkur auk þess að þetta kannski álíka frekar við almenning heldur en hinn mannvirkin þó við vissulega gerir það kannski einhver leyti líka. En ég held bara að við þurfum að vinna þetta áfram, vinna þetta með íþróttafélögunum áfram, funda með þeim, við getum gripið minnihlutann með ef þau vilja. Það var rauninni bara frumkvæði örfára í meirihlutanum sem fóru. Ég var eina þeir sem fóru á fund hjá Þór og KA og ég held sér öllum frjálst að óska eftir fundum með þessum íþróttafélögum ef það hafa áhuga á. En við kannski pikkum í ykkur næst ef við bókum fundi. En ég bara vil enn og aftur þakka fyrir þessa skýrslu, hún er gríðarlega mikilvæg
Og kannski eitt svona lokum, ég held að það væri líka kannski áhugavert að skoða tímaúthlutun IBA í ljósi þessari skýrslu, hvernig við erum að nýta tímana í íþróttamannvirkjunum, fjöldan sem að nýta salinn hverju sinni, þannig ég held að kannski sé útreikningur sé orðin barnsins tíma og vil kannski benda IBA á að skoða það kannski frekar. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísarsen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þau sem þekkja mig vita að það var fátt sem ég hef ekki skoðanir á en íþróttamál eru svona kannski eitt af því fáa. En ég átta mig alveg á því að þessi skýrsla er gott plagg og hefur verið unnin af metnaði og er mikilvæg inn í áframhaldandi umræðu. Ég ætla ekkert að lýsa yfir neinum skoðunum á þessari skýrslu. Muni þetta taka þátt í umræðunum í framhaldinu og áframhaldandi vinnu. En ég vildi nú koma hingað upp til þess að segja að meirihlutinn og allir meirihlutar ókomna framtíð munu eiga minn fullan stuðning við skynsamlega meðferð opinberra fjármuna. Og eins og hér hefur komið fram og mér finnst þessi umræða hafa bara verið áhugaverð og góð og málefnaleg. Þetta auðvitað hávær þrýstihópur, held ég að sé óhætt að segja, íþróttafólk, þetta mikið keppnisfólk auðvitað og hefur kannski unnið marga keppnina athygli akureyskra pólitíkusa. En ég vil nú benda á að því að það var auðvitað mjög fróðlegt þessi upptalning og þessi samantekt sem bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur gert og sem við berum okkur saman við önnur sveitarfélög, við íþróttabærin Akureyri eða menningabærin Akureyri eða skólabærin Akureyri eða Akureyrarborg eða hvað sem við viljum kalla okkur, þá held ég að þessi ágætt að hafa í huga sömu reglu og er ágætt fyrir hverja einustu mannesku að hafa í huga að það er ekki gott að bera sig saman við alla og ætla að vera jafngóður og allir í öllu. Þetta er ofsalega óhollt í prívatlífinu og ég held að þetta sé jafnvel ennþá óhollara í pólitíska lífinu og í rekstri svona sveitarfélags. Þannig að ég hlakka bara til áframhaldandi umræðu og vinnu með þetta. Ég er glöð að heyra að hér eru setti miklir fyrirvarar við þau fjárútlát sem eru raun og veru boðuð í skýrslunni og enda tel ég þau algjörlega galin. Þannig að ég er gott að heyra það skýrt kveðið orðið það. Þannig að ég held að við munum halda áfram í þessum málaflokki af skynsemi. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins til að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Ingibjargar Ísaksen. Þegar við erum búin að taka ákvörðun að vinna einhverju saman, þá finnst mér að það hlutinni gangi út frá það að við vinnum saman. Og nú var búið að ræða það meðal annars inn í bæjarstjórn svona óformlega að við ætlum að setjast niður, vinna þetta saman og gera hlutina þannig að við gætum á samkomulagi það hvert við ætlum í þessu mál. Þess vegna finnst mér mjög skrítið ef að það er eitthvað viðhorf að við bara getum farið hvert á fætur öðru bara að spjalla af íþróttafélaginu eins og ekkert sé og komið svo bara með þetta og komið hitt. Ég held við ætlum að kalla fólk inn og ræða við það, skoða þetta sameiginlega, heyra þetta saman og þess vegna finnst mér ekkert atriði að ég sé pikkaður upp ef einhver fer eitthvað. Þetta snýst ekkert þetta. Þetta snýst það að við sem hópur horfum sameiginlega á þetta og vinnum þetta þá saman. Ef það er ekki vilji fyrir því, þá bara er það þannig.
Þannig að ég ætla bara að biðja að sko orðræðan fari ekki út í eitthvað svona smáatriða rugl sem að skiptir í raun og veru hefur ekkert gildi, bara ekki neitt. Það var einfaldlega að koma upp og segja, við fórum þarna, já, það er kannski gáfulegt að við bara skoðum þetta saman. Framvegis, mál dautt. Ég vil bara hafa þetta á hreinu. Við erum hérna sem hópur, við ætlum að fara að vinna sem meira og minni hluti í þessu eins og mörgu öðru. Ég vonast til að við vinnum þetta sem hópur. Aðeins hérna varðandi líka það sem kom hérna fram með samanburðinu, ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Sóleyju Björku að það er ekkert alltaf gott að bera sig saman við alla. Ég held við ættum aðeins að horfa bara til þess að Akureyrarbær eða Akureyrarborg, kannski einhvern, er bara sérstakur staður. Við erum ekki í þessu samfloti á höfuðborgarsvæðinu sem að höfuðborgarsvæðið og hvert sveitarfélag þar býr að. Þau reka sameiginleg skíðasvæði og þau eru jafnvel að nýta sameiginlega stórar byggingar eins og fótboltahús og eitthvað svoleiðis. Og það er bara þannig að við getum ekki borið okkur saman þetta. Við erum bara að taka afstöðu til þess, bara kristaltæra afstöðu, hvað viljum við bjóða upp á Akureyri. Og við verðum svo bara að taka ákvörðun það hvort við ætlum að eyða 6 milljörðum í þetta, 7 milljörðum, 3 milljörðum eða eitthvað minna. Hins vegar er eitt í þessu sem við megum heldur ekki gleyma. Við erum ekkert að byggja upp íþróttaaðstöðu bara fyrir Akureyri og Akureyrarbæ og Akureyringa. Við erum að byggja upp íþróttaaðstöðuna fyrir allan Eyjafjörð. Það er bara þannig. Þess vegna er bara ekki spurningu að það í mínum huga að ef við ætlum að stíga fram og fara í þessar framkvæmdir þá eigum við náttúrulega að fara að skoða það að sveitarfélögin hérna í kring þau bara taki sinn skerf af þessum pakka. Þau vinni með okkur. Því íbúarnir þeirra er að njóta góðs af þessu. Börnin þeirra er að njóta góðs af þessu. Þau taka þátt í gegnum greiðslur foreldrana í æfingagjöldum, en æfingagjöldin er ekki að standa undir í leigu á húsnæði sem Akureyrarbær borga. Og vissulega er það rétt að meiri hlutin af kostnaðinu við íþróttamannvirkin eða íþróttamálin er í steinsteypu. En steinsteypan er stundum bara forsenda þess að það verði stundaðar íþróttir. Það verður aldrei neginn frjálsíþróttastarfsemi hér að viti fyrir við fáum yfirbyggðan frjálsíþróttavöll. Hvenær verður það? Þá spyr ég. Alveg eins og með yfirbyggða sundlaug. Og kannski endur við bara í yfirbyggðu Fallífastökki eða yfirbyggðu Hlíðarfjalli. Ég veit það ekki. En við náttúrulega verðum að setja einhver mörk. En það er alveg klárt mál að aðstaða skiptir máli og steinsteypan skiptir því verulega máli. En við megum þá ekki gleyma hinn. Þess vegna þurfum við að fá fleiri með okkur í verkefnið, vinna þetta saman. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara réttilega að koma hérna upp og biðjast bara velvirðingar á orðalagi mínu hérna á. Ég hefði vissulega mátt orða þetta betur. Og samvinna er alls fyrst, við erum alveg þannig, en við fórum á þessa fundi eingöngu til þess að hlusta á íþróttafélögin, en vissulega er betra að vinna þetta saman. Þannig að ég get tekið undir þetta, Gunnar Gíslason. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir byrja að þakka fyrir þessa skýrslu. Mér finnst að lýsa svona ákveðnu þori að þora bara hreinlega að raða þessu upp því að það var alveg vita mál að þeir sem yrðu ekki ofarlega yrðu óánægðir. Og ég held að sé alveg sama í hvaða félagi maður væri, maður myndi verða fúll ef maður væri niðurlega á þessari skýrslu. En ég er farin að horfa aðeins öðruvísi á þetta heldur en áður en ég kom inn í bæjarstjórn.
Og ég held að áður en að við förum í þessi mál að skoða hvað að byggja upp og svoleiðis, þá þurfum við hreinlega að taka ákvörðun það. Ætlum við að vera í þessu öllu hér á Akureyri? Sko, við vorum að skoða daginn, eða að vera að kynna fyrir okkur könnun hversu íbúar eru ánægðir með íþróttaaðstöðuna hér á Akureyri og þar vorum við aðeins að skoða til dæmis Vestmannaeyjar. Við vorum langt þar fyrir neðan, Vestmanningar gríðarlega ánægðir með sitt allt. Hvað eru þeir að stunda margar íþróttir? Þeir eru samt mjög ánægðir. Við erum að stunda hérna fjöldan allan af íþróttum og með alla einhvern veginn hálf óánægða. Ég held að við þurfum að byrja á því að setjast niður með þessu stóru félögum og reyna að ákveða í hverju ætla þau í fyrsta lagi að vera. Ég bara tek nærtækasta dæmið að skuli hafa verið slitinn inn í sundur þessi handbolti sem var hér í sameiginlegu formi. Það alveg ljóst að hann mun aldrei ganga til einhverja ára í 2 félögum. Peningarnir munu ekki leyfa það, getan ekki til staðar og fjöldin hreinlega ekki til staðar. Mér finnst að við þurfum bara að stíga hans niður og segja að við þurfum bara að gera þetta öðruvísi. Auðvitað þarf smá kjark í því, en við þurfum að gera það, en þess að þetta ekki að ganga. Og það sem að gerast núna í þjóðfélaginu, það að minnka peningar inn í íþróttafélögin, þetta að vera erfiðar og erfiðar að reka þetta. Og ef við ætlum bara að fara að byggja eitthvað og svo þetta allt tómt hérna eftir nokkur ár, það algjörlega galið. Byrjum á að þjappa þessu einhvern veginn saman og koma þessu í einhvern svona tening sem við ráðum við. Við megum ekki láta íþróttafélögin stýra því algjörlega hvert við förum. En þess að þau vilja bara stækka og gera meira og meira, takin alls konar íþróttir inn í félögin sem að kalla á aukna tíma og allt og við eigum ekki tíma fyrir þetta. Við verðum einhvern veginn að setjast niður með þessum stjórnendum í íþróttafélögunum og taka þennan slag með þeim, eða við á, að við erum ekki að fara að sinna þessu öllu. Þar fyrst held ég að við getum tekið stöðun á hvort að við eigum nóg af aðstöðu hér á svæðinu. Og ég alveg viss það að þegar að við erum búið að fara í þetta, að þá kemur í ljós að við erum með allt og mikið aðstöðu. Ég vona að ég komist nú heim til mín í kvöld, þrátt fyrir að láta þessi orð falla. En ég held bara að margir hugsa þetta og vilja samt ekki koma þetta fram. Þetta er viðkvæmt, sérstaklega hjá Káa og Þór. En ef að menn taka skynsemina fram yfir, þá held ég að menn komist að því að við þurfum að fara að spá í þessa hluti. Og ég tek undir með Gunnari og bæjarfulltrúa að við eigum að gera þetta saman við verðum að gera þetta saman. Því að hitt kallar á ennþá meiri sundrung ef við gerum þetta ekki saman. Og vonandi förum við bara sem fyrst í þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta bara búið að vera fínar umræður og ég getum tekið undir bara held ég flest allt sem að hefur komið hérna fram. Og jú, við ætlum að vinna þetta saman. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, ég held að það sé eina rétta í stöðinni að við reynum að vinna þetta sem mest saman og í sem mestri sátt. Og eins og bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson kom bara inn á hérna rétt í þessu, þá verkefnið kannski líka aðeins flóknar. Kannski eigum við að segja ef við erum að horfa fram á það að það pínu samdráttur í samfélaginu. Fyrirtæki eru jafnvel að draga saman, sem þá til þess að þau geta ekki stutt þessi íþróttafélög, líkt og það hafa gert í gegnum árin, mögulega. Það kannski að koma einhver smá lægð í það. Það þýðir að verður erfiðar og þyngri rekstur hjá íþróttafélögunum og við getum þá kannski lítið bætt við í þann rekstur. Og þetta samtal þurfum við líka að taka við þessar stjórnendur félagana og hvernig þeir sjá framtíðin í þeim efnum og hvernig þeir vilja bregðast við. Við höfum íþróttastefnu eins og ég nefndi áðan
sem gerir ráð fyrir þessum 3 kjörnum. Og það hefur allavega ekki gengið nógu hratt að mínum mati, en ég meina kannski þurfa bara hlutinni tíma. En kannski væri hægt að hjálpa til eitthvað við slíka sameiningu, ýta betur á að félögin sameinist, nýti þá starfskraftana betur, sameiginlega. Og það kom fram hjá þessum vinnuhópi, það kom fram í kynningu hjá þeim þegar þeir fóru að fara yfir þetta með okkur hérna fyrst til kynningar, að það voru alla tímatöflur skoðaðar og það vantaði ekki tíma. Ekki nema við ætluðum að færa alla tímana framar á yfir daginn. Og það þá pólitísk ákvörðun. Og við erum líka að skoða samfellu í vinnudegi skólabarna. Þannig að getum við einhvern veginn nýtt það að við erum að losa þá einhverja tíma sem væri þá eftir 4 og svo framvegis. Þetta vinnur allt saman. En íþróttamannvirkin í dag og aðstaða í dag vel ásættanleg og ef ekki bara mjög ásættanleg. Þannig að við erum ekki í einhverju bráðum vanda. Eins og það rosalega gott að vera komið með svona plan eða einhverja áætlun hvernig við sjáum þetta byggjast upp, þannig að við séum ekki að drita þessu niður og gera kannski of lítil hús þegar við loksins förum að byggja þau og horfum bara til lengri framtíðar og þá á heildarmyndina. En ég ætla bara að þakka fyrir umræðuna í bili og við eigum svo eftir að taka þessa vinnufundi hjá bæjarstjórn. Já, ég ætla svo sem ekki að þakka niður í ykkur því með taka til máls, en það var engin sem hvatti sér ljóðs, þannig að ég einhvern veginn gerði ráð fyrir að vera kannski búin. En allavega, ég ætla að þakka fyrir umræðuna að hinga til og við eigum eftir að taka þetta til umræðu á vinnufundum bæjarstjórnar og svo aftur hérna inn í tengslu við fjárhagsáætlun næsta ár. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórnfundarins. Orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Já, ég vil eins og aðrir þakka fyrir skýrsluna, þetta þarft gagn. En ég horfi nú bara á fyrsta lið sem uppbygging á Nökkvasvæði og ég hef sagt þetta hér áður og ég segi þetta aftur að ég hef miklar áhyggjur af þessari uppbyggingu. Þarna húsnæði sem blasir við þegar þú keyrir inn í bæinn og þarna kjörin aðstaða til þess að koma á sjósundi fyrir almenning sem ég held að sé búið að slá út af borðinu. Ég hef ekki fengið það staðfest en ég veit og hef heyrt frá forsvarsmönnum Nökkva að þeir hafi engan áhuga á að slík starfsemi sé stunduð þarna, heldur sé þetta eingöngu fyrir félagsmenn Nökkva, þessi pottar og svo aðstæða sem á að byggja þarna upp. Ef þetta rangt þá vil ég náttúrulega fá leiðréttingu á þessu, alveg bara skilyrðislaust, af því að ég man ekki betur en að það sé það bil ár síðan að við fundum með bæjarstjórnina ungra og aðal áherslumál hjá þeim var að koma á sjósundsaðstöðu á Akureyri. Og þarna á náttúrulega gullið eða kjörið tækifæri á að gera það og gera það sómasamlega, en ég sé bara ekki í þessari uppbyggingaáformu með neitt nokkurn skapaðan hlut sjósund, bara yfir höfuð. Þannig að ef þetta ekki á dagskrá þá vil ég gjarnan fá að heyra það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það svo gaman að þessar umræðu, mér langaði til að koma upp aftur en ég ætla aðeins að bregðast við því sem bæjarfulltrúi Sóley talaði að þegar við erum að bera okkur saman, það sem ég var nú kannski með þessari samanburði mínum, þá var ég að bregðast við samanburðartölum sem lagðar voru fram í og komu fram í ræðu formanns KA hér á afmæli félagsins, þar sem hann var að tala þessa fjárhæðir, þá vildi ég bara svona fara í þær rauntölur sem maður að sjá í fjárhagsáætlun, jafnvel þó að menn séu búin að leggja þessa tölu fram, þá þetta ekki alltaf, það ekki sopi káli þá ausinu sem komið, þannig að mér rétt á að koma inn á það. Ég held líka, ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Hlín og ég held að bæjarfulltrúi Gunnar hafi líka komið inn á það og sennilega við öll bara meira og minna að það náttúrulega mikilvægt í rauninni að við fyrir líka átt okkur á því hvað við ætlum að gera hérna. Við erum með 22 íþróttafélög í 32 íþróttagreinum og þegar við erum að bera okkur saman við önnur, og leyfum við aftur að bera saman, bæjarfulltrúi Sóley, að þegar við berum okkur saman við önnur sveitarfélög þá sjáum við oft að þau sveitarfélög sem eru bara með færri og markvissari íþróttauppbyggingu
þau eru yfirleitt hamingjusamari, eins og kom fram í Gallup-könnuninni að Vestmanningarnir eru voða ánægðir með sitt hlutskipti en eru ekki í þessum mikla og viðamikla rekstri sem við erum. Og þá veltir maður líka fyrir sér, sko, og það er eitt af því sem við höfum verið að velta fyrir okkur, að það er svo mikið dreifing, við erum að dreifa börnum í margar íþróttagreinar og gera kannski þar af leiðandi erfiðara fyrir okkur að reka þær greinar sem við erum með. Vegna þess að krakkarnir eru að fara í fjölda greina og eru kannski ekki, þannig að við kannski ef við værum með færra þá væri kannski fleiri krakkar að stunda þær íþróttir, en þetta er eitthvað sem við höfum verið í vandræðum með. En ég velti þá bara hreinlega fyrir mér hvort að við eigum að taka umræðuna, það er að vísu inn í íþróttastefnunni, þá eða núna í þessum nýjum samningum sem gerðir voru að minni félögin þurfa að uppfylla, skal ég segja ykkur hérna, hvað heitir það? Fyrirmyndafélag, vera fyrirmyndafélag til þess að fá styrki og það getur reynst erfitt. Og ég held að við verðum einhvern veginn svona að velta þessu fyrir okkur, hvort að við getum verið að styðja við allar íþróttagreinar, hvort við eigum þá ekki frekar að taka þessa fjármuni og reyna þá frekar að styðja við færri og með fleiri greina innanborðs. Þannig að ég held að við verðum að horfa á þetta og ég tek alveg undir með því sem bæjarfulltrúi Hlynur tala varðandi til að mynda þessa greina sem að félögin að keppast við og vísa til þess með handboltan og ég veit að það eru minnst 2 ef ekki 3 bæjarfulltrúar hér inni sem hafa nú tekið þátt í þessum handboltagjörningu öllum saman, við erum 3 já, og þeir voru bara, það var, menn sáu þá á sínum tíma að það var, eina vitið var að reka 1 handboltafélag á Akureyri ef að menn ætluðu að eiga sens í þetta, það er að segja að vera með 1 meistaraflokksfélag. Það var reynt, þessu var síðan slitið og ég held að það, og ég segi það bara enn og aftur, ég held að það hef ekki verið góð ráðstöfun. Það kann vera að það hefur verið betra að keppa undir merkjum KA og vera bara með 1 lið á sínu tíma en þarna það hins vegar er engin, held ég, grundvöllur og það sýnist mér bara á þessu svona gengi liðana síðasta ára að það er ekki grundvöllur fyrir þau að vera með 2 íþróttafélög stundandi handbolta í meistaraloki. En ég ætla að vona að ég komist líka heim bæjarfulltrúi. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson, loki máls, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég reikna með að við vinnum saman. Ég tek bara afsökunarbeiðnina góða og gilda og reikna með að þetta hafi bara verið mistök. Ekki mál með það. Hins vegar langar mig til að taka þráðinn aðeins upp þar sem að Hlynur sleppti, bæjarfulltrúi Hlynur Jónsson. Sko, málið er það að við höfum kannski leyft hlutunum að þróast dálítið bara sjálfu sér. Kannski er eðlilegt og kannski ekki. Það hefur nefnilega verið þannig að það er alveg sama hvað er byggt mikið af íþróttarýmum Akureyri þau eru alltaf orðin full. Jafnvel áður en þau eru komin. Og ástæðan er kannski sú að það hefur verið fjölgað æfingum, það hefur verið að færa aldurinn langt niður, komið niður í 4 ára eða ekki í fótboltanum núna. Sem þýðir það að það hefur verið að fjölga mikið iðkendum í íþróttum hérna og miklu meira heldur en kannski bæjaröfuröld hafa einhver tíma gert sér í hugmynd. Þannig að þessi hlutir hafa að mörguleyti bara verið ákveðinni sjálfstýringu. Og síðan gerist það vantar bara aðstöðu af því að það er búið að taka ákvörðun að gera þetta og ákveða að gera hitt og ákveða að gera annað. Og allt í góðu með það. En kannski er bara eðlilegt að menn setjist niður eins og hefur komið hérna fram að menn bara ákveði hvernig þeir ætla að hafa þetta. Því að þetta er kannski heldur ekki eðlileg stýring á því hvernig þetta þenst út. Og ég get alveg tekið undir það að menn verða kannski aðeins að fara að velta líka fyrir sér hver ætlar að gera hvað. Nú er blakið fyrst og fremst í KA, það er ekki Þór, körfuboltinn í Þór, það er besta mál. Kannski hefði bara handboltinn átt að fara í annað félagi frekarinn að steypa þessu saman, eins og komið það fram á það. Og þá hefði menn kannski bara ekki orðið sáttir það og náð sáttum þetta. Og þetta er kannski bara eitthvað sem að bara verður að fara að taka umræðu þannig að menn geti komist að einhverju skynsamlegri niðurstöðu. Og
það kannski líka ástæða þá, ef að menn ætla að ræða uppbyggingu íþróttamannvirkja frekar, að velta því þá fyrir sér hvernig sjá forsvarsmenn íþróttarfélagana þess að þróun verða áfram. Erum við að sjá það að það verði fleiri flokkar, nú til dæmis gerist það að það er þjálfari óánægður hjá UEFA og það er bara að stofna frjálsíþróttadeild innan KFA sem er kraftlýftingafélagið og er það bara eðlilegt? Geta menn bara haft þetta eins og þau vilja? Mér finnst það bara engan veginn. Þetta er bara eitthvað sem við verðum þá bara að takast á við og þora að ræða. Því að þetta er líka hluti af því sem hamlar ákveðinni þróun þá á öðrum þáttum, á mínum mati. Þannig að ég held að við séum í raun og veru komin þangað að fara ekki að ræða bara íþróttamannvirki eða fjölgun íþróttagreina eins og bæjarfulltrúi Þórhallur vinur minn að koma allt inni bara með sjósundi þegar menn er að tala að fara að fækka þeim eitthvað svona. Bara hið besta mál, en ég meina það er bara almennis íþrótt líka. Við þurfum líka að hugsa það. Og hvaða aðstæða er fyrir það, hún er bara út af Hjalteyri í dag, eins og staðan er í dag, ef ég maður rétt. En mér finnst bara full ástæða til að velta þessu alvarlega fyrir sér. Ég held að við ættum jafnvel líka samhliða þessari vinnu að fara bara að ræða þessi mál af alvöru. Þá sjáum við frekar fram á einhverja hluti gerast, að mínu mati. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins bara að bregðast við því sem bæjarfulltrúi Þórhallur sagði Nökkvasvæðið og mögulegt sjósund. Ég hef ekki heyrt þetta, eða við svona allavega höfum ekki heyrt að það sé ekki vilji til þess að sjósundið hafi aðstöðu þarna. Ég hefði kannski eins og bæjarfulltrúi Þórhallur, þó ég sé nú ekki að mælast til þess að búa til fleiri endal íþróttagreina, séð einmitt tækifæri því að nýta baðaðstöðu fyrir fleiri heldur en bara nökkvafólk. Þarna getur verið hjólreiðafólk, sjósundfólk og fleiri. Ég held að við þurfum einmitt að fara að hugsa og kannski er það næsta verkefni okkar þegar við, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins, að það var búið að gera íþróttastefnuna sem var bara alveg gríðarlega mikið og flott plagg og afrek að fá alla saman að því. Núna er komin uppbygging íþróttamannvirkja. Kannski er næsta verkefni fyrir hjá okkur hreinlega að kortleggja og hvernig ætlum við að sjá þessar íþróttagreinar vinna saman eða sameinaðir eða fækka þeim eða hvernig á að gera þetta. Og það sé svona næsta okkar sameiginlega verkefni að búa til einhverja sýn á það og hvernig við getum það bara tímasett það. Þetta verður bara unnið svona í tengslum við einmitt með þetta markmið að vera með 3 stóra kjarna. Og þegar við erum komin í að þá velti ég stundum fyrir mér þegar allir setja fram óskalista og þú vilt fá félagsaðstöðu og fyrir hvað vil fólk fá félagsaðstöðu til þess að halda fundi. Er það forsvaranlegt, þá er ég ekki að meina til þess að keppa eða stunda íþróttina sem slíka heldur svona fundaðstöðu. Getum við ekki samnýtt það? Svona fundaherbergi standa meira og minna tóm. Er ekki bara hægt að vera mörg félög slíkt. Þannig að við þurfum kannski bara að fara að stýra eins og hefur komið fram í máli bæjarfulltrúa. En ég ætla nú bara aðeins að nefna þetta við höfum allavega ekki og ég held að það sé þá bara verkefni núna vegna þess að það er verið að gera sér vonur að geta boðið út verki í apríl fyrir aðstöðuna fyrir Nökkva. Þannig að ég held að við ættum bara að hnippa í einhverja kynningu með það málefni svo við getum skorist í leikinn ef við erum eitthvað slíkt að ræða. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu. Ég færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það stekti máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svona spurning hvernig við höfum að hafa Þór til að segja að K.O. Þór fái bara 1 keppnisvöll með yfirbyrði stúku. Ég labba örugglega ekkert öruggur heim í kvöld. En þetta er svona alveg hugsun, Þetta kostar hellinga peningum. Og boginn nýtist fyrir báða. Af hverju getur ekki góðu völlur upp á Káasvæði nýst fyrir báða? Ég bara spyr. Það hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu.
Orðið laust. Það sem fleiri hafi ekki kvatt sér hljóðs, þá segir þessar umræðu bara lokið undir þessum lið. Þá koma 7. lið, það er skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, bæjarfulltrúar. Það nú heldur stutt skýrsla að þessu sinni og hún helgast af ýmsu. En þessi skýrsla, hún gildir frá 22. janúar síðastliðnum til dagsins í dag. 23. janúar þá átti ég fund með Vegagerðinni fylgdar- og forgangsakstur og það gerði ég í samráði við nokkuð fyrirtæki hérna á svæðinu sem voru í sambandi við mig vegna áhyggja sem þau hafa af því að ekki sé unnt að tryggja að afurðir komist á markað þegar veður eru válynd. Þannig að ég átti fund með Vegagerðinni hér og ásamt framkvæmdastjórum í Reykjavík sem voru í fjarfundi og við áttum mjög gott samtal og með mér var meðal annars fulltrúi frá SSNA og það var ákveðið að Vegagerðin myndi vinna mjög náið með fyrirtækjunum þegar kemur að snjómokstri og skipulagi á honum og tilkynningum varðandi það þegar er opið. Nú 25. til 28. janúar þá sat ég fund í Tromsø með Arctic Mayors og það var sem sagt fyrsti fundur frá stofnun hér á Akureyri og það var haldið áfram að formfesta starfsemi samtakanna og kláruðu við heilmikla og mikilvæga vinnu á þessum fundi. Við vorum ennfremur með viðburðundir hatti Arctic Frontiers ráðstefnuna sem haldin í Tromsø. Það sem var fjallað íbúa á norðurslóðum og það sem við eigum sameiginlegt og meðal annars húsnæðismál og fleira. Við áttum einnig fund með fulltrúum Norðurskautsráðsins og formanni íslensku sendinefndarinnar í skrifstofum Norðurskautsráðsins. En eins og fram hefur komið þá er það eitt af markmiðum þessara nýstofnuðu samtaka að fá áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu. Og ég var sem sé í Tromsø eða sem sagt ferðalagi tók frá föstudegi til miðvikudags. Nú í morgun þá tók ég við leigugreiðslum frá Fallorku upp á 8,7 milljónir en í samningum milli Akureyrarbæjar og Fallorku er gert ráð fyrir því að Fallorka greiði fyrir land- og vatnsréttindagreiðslur og það fylgi arðsemi fyrirtækisins og fengum við 8,7 milljónir fyrir síðastliðið ár. Og við viljum nú kalla það dágott og við ættum að vera snögg að greiða upp þessa frábæru virkjun. Þannig að þetta er efni skýrslu bæjarstjóra á þessum fundi. Takk. Það var bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 23. janúar, bæjarráð 23. og 30. janúar, fræðsluráð 20. janúar, skipulagsráð 29. janúar, stjórn Akureyrarstofu 23. janúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 17. janúar, velferðarráð 22. janúar og það er hægt að nálgast þessa fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Þá er dagskrá tæmd og ég segi fundi slitið klukkan 17:17.